Ja. Dreymi nu. Ja. Jæja, góða kvöldið fólk. Allir, þannig ég get séð svona á og allt sem ég er með í gangi. Endilega láta mig vita ef
þarf má lækka í tónlistinni eða eitthvað svoleiðis. Ég er ennþá bara að fínstilla þetta. Það heyrist á hátíðinni eitthvað svoleiðis, endilega bara látið mig vita. En ég held að ég ætti að ná að yfirgræða hana. Ég vil bara hafa eitthvað svona background, en ég fann eitthvað svona safe to play, sko. Svona. Það er svona þessu. Já, ég held að þetta sé samt ætti að vera í lagi. Sko, eins og er allavega akkur núna, það eru ennþá bara það margir að horfa, kannski byrja ekki alveg strax að opna pakka, það byrja bara á svona hægt að rúlla að vera það í smá matarvesen. Verður farið í smá matarvesen í núna líka. Svona. Við ætlum að taka þessa stóru fínu möppu sem ég var að kaupa mér og við ætlum að byrja aðeins að raða í Pokédex-dótið. Nú, ég sé að fólk er að byrja að tínast inn. Aðeins og það er bara aðeins og uppvísandi. Það er ekki alveg að þannig að þetta er aðeins skála. Maður ekki alveg strax að byrja að opna þetta, að leyfa fólki að byrja að tínast í meðan allir að byrja að sína þessa klikku þess möppu sem ég fann á Amazon og þar. Mappa sem getur haldið 1200 spilum. Ég ætla að búa mér til Pokédex. Ég ætla að búa til Pokédex Master Set í. Og þetta verður þannig Pokédex Set að það verður basically öll variant í þessu. Það verður einhvað. Maður byrja allavega að svona raða inn Gen 1-inu sem ég var búinn að sortera og eitthvað svoleiðis. Þá opna hérna með Pokédexina í símanum mínum og biðrætti. Því að þótt að ég sé orðinn algjör Pokémon-nördi en þá var ég allavega ekki samt. Þá man ég ekki Pokédexið utan af. Já, þetta var já, hafa með mér meira annað. Þetta hérna upp á því líka.
endilega komið og segið hæ og eitthvað í chatið. Maður getur svona líka fylgst með að fólk sé að koma. Þennan. Þessi því þessan möppu. Sjá, þannig kemur þess að Mega Venusaur og svo kemur Charmander kemur hérna uppi. Ég var sem að ná mig í. Já, raunur fer ekki þessi Venusaur þarna. Ég er að glemma því. Ég á flottari Venusaur. Ég á flottari dúp. Það er nefnilega Það er nefnilega til sikkvort djúpið, sko. Þetta verður bara, það verður flottustu spilin sem ég á í þessari möppu, þannig að það verður bara, maður þarf stundum að fara að púla meira en eitt á hverju. En síðan leið að ég sé að það eru einhverjir sem eru búin að detta út eða sem sagt ekki horfa, en leið að ég sé að sé komin ágætis tala í viewerum eða það breytist ekkert eftir einhverjar 5-10 mínútur eða eitthvað svo, þá er ég bara að fara að opna þetta rólega síðan það sem ég á komið með. Eða það sem ég planið að opna í dag. Mega Charizard, nei, Blastoise, skal vi finna. Mega Charizard, Squirtle. Það er tíma seinna, sko. Endilega kommentið og segið hæ og ef þið eru með einhverjar spurningar það sem ég á, þá bara endilega spyrjið. Já, náttúrulega verið með smá sjó að finna líka, sko, meira, sko. Það er það sem er til, sko. Núna verður ég að reyna bara að taka upp 151 bölkið mitt svona hægt og rólega, reyna að koma því í. Það voru svo mikið að því að ég er að reyna að losa mig við spila því úr því. Það er ekki til. Já, reverse hollow svona, það er ekki annað til en hérna ég er reverse hollow svona og ekki meira af þessu hér allavega. Það er reverse hollow Beetle hann, nei, Beetle hann að maður. Þá þarf ég ekki að setja hann reverse hollow Beetle hér.
Frosli, velkomin, velkomin. Auka bítrúl hérna. Nei, ekki með auka bítrúl. Ekki í þessu seti allavega. Já. Hérna. Kemur Mega Blastoise, hérna, svona. Við ætlum að taka allavega fyrstu blaðsíðuna svona bara meðan fólk tínist inn og eitthvað svoleiðis. Já, ekki með. Það er þetta. Nei, það er ekki Mega Butterfree. Það var þetta til G-Max Butterfree en held að við gerum ekki ráð fyrir honum sko. Svona bítril, Mega bítri og þetta pizza á hvernig leiðan á stað. Sér maður eftir núna nokkrum treytum sem maður gerði daginn sko. Það hefur verið svo góð þau spil í þetta möppi sko. Sjá. Og þetta róla fyrir líka að finna þessar betri spilin. Og að sjálfsögðu fer allt í slíf. Svolítið zoomið inn myndalinn hjá mér, sé ég. Ég veit ekki hvort ég get fært hann eitthvað frá mér á sko. Fröys eitthvað. Góða kvöldið. Buzz Lightyear, velkomin. Við erum aðeins að byrja í smá sortringa áður maður fyrir að opna pakkan og svoleiðis. Planið er að opna þennan í dag og opna nokkra pakka úr honum. Núna erum við að raða í Pokédex Masters möppuna. Þetta er rugluð mappa sem ég bara fann á netinu sem tekur 1200 spil, 20 spil á hverju blaðsíðu. Aðeins að ég veit ekki hvort ég get fært myndavélina örlítið aftar upp á hún sjá aðeins meira. Og svo endilega fyrir þau sem eru komin inn í endilega hendið follow og kall inn og eitthvað svoleiðis. Ég vantar einn upp á að ná upp í 100.
þau sé með Spiro og Fivo hérna. Geggjaðir strákar, takk fyrir followið maður. Sé að öttist ekki hjá mér helvitis óverleiði maður, umskotin. Sett upp í flýti sko. Er búinn að vera í vandræði með óverleiði sko. Á að koma svona fögnuðarláti og svona kjaftæði þegar fólk followar og subbar sko, en eftir að koma eitthvað update í OBS-ið og á stream elementið þá það ekki virka hjá mér þótt að ég reyna að aftengja það og eitthvað svoleiðis sko. Sjá. Ekki þetta ég með auka Arbok GX Sunna í 151 möppunni. Þar móðulega hún aftarlega sjá. Jæks. Ekins, Arbok og Pikachu. Hann líka. Arbok og þá kemur Pikachu. Verðarlega ég veit ekki hvort ef ég lyfti henni bara meira upp og beininu meira niður hvort að það sé betra actually. Það haldið ég lyfti henni meira ekki að beininu meira niður kannski. Bara smá hreyfingur á myndavélinni núna. Aðeins skárra, sést aðeins meira í möppunni. Það er svo stór mappa, það er erfitt að koma þessu öllu að sko. Enda ég býst í að ég geri þetta mestmegnis síðan bara offline sko, en ég ætla bara svona að byrja að sjóa off þetta sko. Já, ég get alveg sýnt þér sko, veist þetta, eins og þú sér það er ég með nokkur spil hérna sem ég veit ekki hversu vel það sjást. Þetta er með húlað þennan daginn og eitthvað svoleiðis. Ég er komin langt með 151 setti sjálft sko og er komin alveg með sko, alveg slatta setti hérna, mér vantar mestmegni bara nokkrum reverse hallóum og eitthvað svoleiðis og einhvað af þetta hann illustration rareónum og special illustration rareónum. Þetta er setti sem ég komið sem sagt lengst með. Það eru komin hérna. Ég veit ekki hversu vel myndavélinn sér í þessi spil sko. En ég er með að sé hérna.
Kemur hann inn núna? Já, hann kemur inn núna. Hvað þetta? Þetta ekki... Dastu bara yfir á þetta var ekki svo slæmt á hann. Endilega látum við vita síðan ef tónlistin er eitthvað gnífandi eða eitthvað svona kjaftaði, sko, ef hún er fatt í henni, sko. Svona, þá þetta að koma til. Svolítið viðkvæmur á mækina, má vel ekkert treyfa við honum, þá er ég... Sko, favorite setið þetta bara 151, það er bara algjör nostalgia og bara það sem kom mér aftur inn í þetta, basically bara að fara aftur í þetta var 151-in, sko, þess vegna byrjaði mastersetta það. Og eitthvað svoleiðis. Favorite Pokémon-i minn, sko, ég hef alltaf verið huge Houndoom og Houndour maður. Það er, ég veit ekki, það er eitt spil sem ég alveg bara, ég langar alveg geðið mikið að eiga mikið af þeim. Þess vegna er ég geðið spenntur fyrir einmitt þannig nýja Destiny Rivals setinu, því að það er geðið svalur Houndoom þar, sko. Já, mér vantar það einmitt í 151 seti á mér, Psyduckinn. Minnst það einmitt, það er geðið clean Psyduck-skinn, þannig að það er sem að labba niður stigann, sko. Já, það er síman, það er... Svo er... Já, það er einmitt, sko, og ég hef búin að sjá geðið mikið af, sko, Houndoom spilum bara úr fyrri sætum, sko, mér finnst Houndoom vera bara alltaf svo, bara, og Houndourinn vera bara geðið bæri spil, sko. Já, ég hef alveg, sko, einmitt með eins og Pikachuinn úr 151-inum. Ég keypti þennan sem sagt í Pókehöllinni daginn. Svo var ég á, sko, tveim svona pökkum frá Costco sem ég var nýbúinn að kaupa líka og eitthvað svoleiðis og fór og þegar ég opnaði það þá púlaði ég Double Pikachu og ég var búinn að keypti eitthvað EX-spilum líka og ég púlaði dúpsa því öllu í því og það setti mig bara aðeins og fljótur að kaupa spilin. En ég ákvæði síðan hvað sem er að fara í masterset, Pokédex mastersetti svona. Og í því þá er basically allir að bara gera eins perfect bara Pokédex og ég get og hann að enda með og bara og það er bara flottasta spilin af það sem ég á currently verður alltaf í Pokédexinu líka dúpsinn þá sjá, Pikachu Raichu, Alolan Raichu Senru en síðan býst ég við að ég geri fölki af þessu og fari betur yfir þessa möppu offline og set síðan ég man það ekki, ég misti af því, sko, ég keypti það af manni eða af úr búð sem var búinn að hefði keypt það úr Costco þannig ég keypti það á alveg ábyggilega fullmiklu verði en samt svona við hvað 151 bara stakipakkar hafa farið á og það var gett gott pull rate í Costco-pökkunum og lét mig hafa það, sko. Það var held í byrjun árs, en ég síðan held ég Costco þannig að þetta að fá Prismeric, þannig að 2-pack setti, sem sagt, dótið. Núna fljótlega, það á að koma held til Íslands líka, þannig ég ætla vonast til að ná að fylgjast með því og allavega missa ekki að því allavega, sko. Já, það var að vera Halloween, Sensru og Senseless, þannig að þetta voru svona hérna.
Já, basically, ég get sýnt þér það fyrir aðeins. Það veist, það var ekki þeir svo að ég held að... Já, þú veist, það voru sem sagt í Costco 151 voru 5 svona í hverjum sem sagt þarna kassa og það gaf þér sem sagt 10 spil í heildina sko og það var alveg bara, þú veist, ég held að það var líkuð bara pull bara líkuð í öðrum hverjum pakka næst í sko. Það var annarkvort EX eða betra sko, þannig að Æ, svo íti ég stólnum sem ég var hérna með stólnum á í burti. Það sjá. Ná, í þennan kassa. Svo ég svo mikið svona profession freak sko, ég er með sko 151 bölkið mitt sko raðað hérna með splitturum á milli sko eftir sko Elite type sko. Það bara orðið svo mikið í að ég tók úr tvennt alveg í burtu, tók 2 stærstu í burtu sem gras og normal type sko, með það á borðinu fyrir liðum sko. Skulum klára þessa og svo ég held ég bara að fara að byrja að opna kassan bara þetta rúlega bara. Árum þessi spilina. Búið með allavega fyrstu 2 blaðsíðurnar. Svo kannski eftir ef ég er búinn að opna fleiri þá kannski held ég aðeins áfram að þessu meðan ég tala við fólkið sko. Svona. Jæks. Allt og stóri sem að fá maður. Það var komið að því. Skjöldin er þetta svalt maður. Teningar og peningur. Sjá. Þetta display box hérna fyrir promokörðin. Geggjur promokörð. Ég held að ég á að geta síðan líka breytt þeim í stand.
Nei, maður rétt, þegar ég var búinn að sjá mann þetta vídeo rétt. Deck, box og það er að pakka niður. Og já, og eina ástæðan líka, tveim ástæðan okkur ég vildi kaupa þetta box var þetta og þetta. Og það, svo eru energy í bóknum sem okkur þannig sér alveg saman af því að við erum ekki að keppa eins og allavega. Maður veit aldrei hvað maður gerir í framtíðinni en þar hvað sem að færi í sig, var þetta allt Stellar Crown? Nei, Stellar Crown, Twilight Masquerade, Temporal Forces, Paradox Rift, Obsidian Flame, Stellar Crown, Twilight Masquerade, Temporal Forces, Paradox Rift og Obsidian Flame. Hvort að ég opni allt þetta í dag ætlum við bara að sjá til. Við ætlum alltaf að byrja að opna Stellar Crownin og við ætlum að sjá hvað við fáum. Og eftir hvað maður óskast. Var það ekki einhver Pikachu í Stellar Crowninu sem maður vill fá það? Nei, þetta heitir Ultra Premium Collection Box. Þetta fæst í Elko nefnilega núna á 24.000 kall. Þetta box hefur verið áður hef ég séð það í 30.000 pluss. Seinast þegar ég vissi þá fekk Elko 5 svona box, ég og vinur minn keyptum sikkvort 2 boxin strax þegar þau komu. Og svo eru 3 eftir í Elko Lindunum. Ég held þú getur keypt það samt bara á netinu eða þú kaupir á netinu sko. Það í þessu þrjú promo cards sem eru þessi hérna. Úps, ekki nú ofalega. Gekki promo cards by the way sko. Basic Energy og svo 18 booster packs í heildina. 4 Stellar Crown, 4 Paradox Rift, 2 Temporal Forces, 4 Twilight Masquerade og 4 Obsidian Flames. Fær þessa mottu með líka og þennan svona stand hérna í stíl við. Squirtle, já alveg rétt, ég held ég sé það. Það var geggjuð sett fyrir hana þess að þannig Pokédexin til að byrja með ef ég ætla ekki að mastersetta Stellar Crownin sko. Energy, Dark Energy. Erum við að fá. Já, ég er að reyna að gera þetta hann að það verður þægilegt fyrir alla að sjá hvað maður fær. LeChonk. Ok. Full art allavega, eða já. Golbin. Ekki bad held ég sko. Ekki bad sem fyrsti pakk held ég sko.
Æja, og hvað energy það núna? Maður grass type eða? Energy type. Scorch Bunny, Cover Fossil, Pincham, Luminium, Rapidash, Hlín Rapidash, Vikavolt, Drifloom og Lectivire og Iron Boulder. Ekkert crazy í pakk 2 en það getur maður ekki alveg verið það heppinn í öllum pökkunum sko, held ég. Hvort að ég átti svakalegt púl, ég veit ekki hverjir muni eftir því eða hvort að ykkur voru í tradingvöldinu þegar ég púlaði úr 151 setinu Charmeleonin og svo Illustration Rare Charmeleonin og svo SIR-in Blastoisin back to back og fór síðan að púlaði Salamence síðan í 3 pökkum setna af Journey Together. Veikum þetta, já. Electric Energy. Annar Pancham. Terrabug. Lendil. Panseer. Lantern. Briar. Sumail. Fletchling. Chartet og Rhyperior. Og þá var það Last Pack Magic í Stellar Crown. Hvað energy? Fire. Fighting. Damn it. Það er lillur í sumar. Brillion, Tukar, Meltane, Letslander, Briar, Sumail, Zero, Minifu, Crispin og Hydra Apple EX, ok. Ekkert crazy en við fengum 2 hits. Svo fyrir ég yfir þetta betur seinna hvað ég get notað þessu í Pokédex-möppuna og svoleiðis. Hvað ég að opna meira? Ég vill ekki vera að opna of mikið í einu af því að þetta ætla að reyna að vera að stríma sem sagt á hverju þriðjudegi að vera að opna og raða og spjalla, þannig að taka bara Temporal Forces af því að það voru bara 2 pakkar af því. Twilight Masquerade. Við staðan biður það. Jú, tökum Twilight Masquerade. Hvað eru hitsin í Twilight Masquerade aftur? Það er Greninjan. PC-talan að skilja. PC-talan alveg að skýta á sig, held ég bara. Ég er að prófa multistreama á leiðinni, sko. Ég er að streama bæði inn á Kick og YouTube-ulinu leiðinni líka, sko. Ég vant ekki að vera að taka það mikið, sko. Ég held að það sé bara ekki að hjálpa að ég sé að horfa á allt líka á sama tíma, sko. Sko, geta ábyggilega alveg bara slökkt á þessu og þessu. Ég þarf ekki að vera að horfa á þess að aðeins að reyna að létta á tölvunni. Það er já, Greninja seru. Og það er Water Energy. Olibirul,
Luxio, Goldeen, Drippy, Lucky Helmet, Rain, Iron Bundle, Ogremask, Monferno, Enormous. Ég ætla að færa þetta yfir á hinskjáin svona aðeins léttara fyrir mig að lesa þetta. Lesa þetta í leiðinni. Alveg óþolandi hvað sumir pakka geta verið skemmtilegur að opna maður. Alveg þegar maður að því að maður reynir að opna þetta þannig að maður eyðileggur ekki spilin. Það er Dark Energy. Gold, Applin, Skorlex, Litvik, Immunity Center, Iron Bundle, Probopass, Fucky, Lebu, Synsax, allavega EX allavega. Allavega EX og betra fer alltaf strax í allavega sjóslíf allavega. Og lóknar þessi leiðilega. Vola, það vill þessi ekki ónast maður. Hvað energy haldið þetta sé? Crash Energy. Poliwag. Skemmtilegt Poliwag-kart. Og Eipon-kart maður. Lúmatan. Corfish. Mathina. Reverum. Orgrass. Bilioiskis. Sensru og Zapdos. Það var last pack magic í þessu, það er búið að vera, það var 2 hits af 4 áðan og það ætti að vera 2 hits í 4 líka núna þannig sér. Myndi ég halda. Hversu gott hit verður. Og það er stíl, Electric. Emolga, Frogatier, Lumius, Applin, Loveball, Glimora, Ariados, Chansey, Halfin og já, Okorobhon, já, þessi maskurinn, eitt af þessum Pokémon sem ég þekki ekki mikið, en já, eins og ég sagði, það var annað hitt í X1 allavega. Ég veit ekki hvað fólk var eitthvað að tala það heldur daginn varðandi svona hitt sko. Ég veit að það allavega í Japan eru reglur nefnilega varðandi svona gambulin svona eins og í Pokémon að það þurfa að vera ákveðin mörg hits í hverju setti og svoleiðis í hverjum pakka. Heiti í hversu vel það translatear yfir í ensku settin og ensku pakkana. En hefur, skulum opna Temporal Forces líka, það er bara 2, við skulum geima Paradox Rift og Obsidian Flame. Ég þetta með í T-boxi hérna Paradox Rift og svo ég með fleiri Paradox Rift pakka hérna uppi líka.
En við skulum alla opna þetta, sjá hvað kemur út úr þessu og svo ætla ég bara sennilega að fara áfram að ég vera að raða í settin og eitthvað svoleiðis og bara stella fyrir þá sem vilja. Og svo ef það kemur inn fleiri á eftir, þá kannski hoppa maður í það já, opna kannski eitt í viðbót. Það er stílinn sín núna. Já, þetta er komið nýtt run, þessi liðar, það er Hunter, Pikachu, Gastly, Liam, Keldeo, Electivire, það er einhver shiny border allavega annað, Turtwig, Bidoof og Iron Thorns. Leaf Energy, það er Bronzor, Mudbray, Gastly, Insino, Sableye, Great Tusk, Beldum, Charcoal og Walking Wake EX. Svo far þá held ég að besta pullið í þessum pökkum sem ég er búinn að fá er þessi Gulpin. Þessi er pínu fyndin. Þessi er góður. Þessi verður í Pokédex möppunni fyrir Gulpinin. Skulum henda kannski opna Obsidian Flame-in á eftir. Við sjáum til. Paradox Riftin fer allavega upp. Ég er nefnilega syngt það bara með áleik. Og þetta var parturinn á myndunum án með hana úr Elko. Það ég er líka svo eina 8-talan af pökkum sem ég vil helst reyna að opna og er 5 sko. Því ég er með Pokédex hérna í 10 bóksi fyrir Paradox Rift sko. Það eru 9 því þannig að vil maður helst annað hvort opna 5 til 10 baka. Yes, bara takk fyrir að koma og kíkja við og follow okkur svoleiðis. Ég fer núna bara aftur í að raða eins í möppur og okkur svoleiðis. En síðan verður bara aftur næsta þriðjudag annars opna fleiri pakkar og okkur svoleiðis. Ég mun setja aftur inn þegar ég starta bara inn á grúppuna. Fyrst við stefna á að hafa þetta alltaf 8-leytið. Ná bara aftur og ná í
the big boy. Oh. Good. Það það. Taka þetta fram. Bara yfir sem ég fekk. Taka trainerana í burtu. Ég bara minnst það mál, en já, það var búið að vera planið. Ég ætlaði að reyna að gera þetta í seinustu viku, sko, en ég er nefnilega... Já, Ólíver, Já, gaman að sjá þig í chatinu maður, en veist, ég er búinn að vera núna on og off, ég er búinn að vera að stríma núna í hvað 2-3 ár basically Apex og svoleiðis, leikina sem ég spila, og er basically bara núna fyrir hvað 5 mánuðum síðan datt ég aftur inn í Pokémon, sem sagt fór og þetta er lítill heimurinn á Íslandi, en eins og ég segi, ég datt inn í Pokémon dótið mitt aftur, gróf upp gamla settið mitt og svoleiðis, ég á alveg hellinga gömlu spilum, var á tradingkvöldinu sem var í barnaloppinu seinast og ætla að mæta á næsta tradingkvöld líka, sko. En ég er basically á endurhæfingu og bara óvinnandi núna, þannig að ég er búinn að vera bara í 2 ár í endurhæfingu og er búinn að vera að stríma meðan ég spila og svoleiðis, þannig að og er basically, ég er búinn að vera svona þó nokkuð stór núna í íslensku senunni í Apex. Ég er búinn að taka þátt í seinustu 3 Íslandsmótunum í Apex og svoleiðis. Já, ég mæli einmitt bara með, sko, þú lærir voða mikið og fylgst bara voða vel með inn á einmitt þannig að þessari síðu, sko. Ég er einmitt búinn að læra voða mikið inn á nýja Pokémon-dótið og Master Set systemið í gegnum bara TikTok. Horfið voða mikið á eitt sem heitir þannig að Deep Pocket Monster eitthvað svoleiðis inn á TikTok og eitt sem heitir Alex Kent Ketsamol. Þau eru einmitt voða skemmtilegir inn á TikTok að horfa. Já, það er mér sko voða þærlegt að horfa á þá, sko. Það er voða svona, veist, down to earth svona Pokémon-gaurar, sko, veist. Þegar maður veit sumt að þessu, veist, þetta bara er alveg út í hött, sko. Að láta bara svona skalpurum og svoleiðis við sinni, sko. Já. Man ekki hvað, ég held að ég mitt bara byrjaði mitt prófaði fyrst að kaupa aftur þess að þannig að
eitt af fyrstu pökkunum sem ég keipti aftur var Journey Together og Paradox Rift. Og basically bara í pakka nummer 5 sem ég keipti þá púlaði ég sem sagt þennan. Þetta sem sagt top 5 púl úr Journey Together. Ég held að þetta var bara pakki 4 eða 5 hjá mér frá Journey Together sem ég púlaði þennan úr, sko. Sem er eiginlega ekki gott að vera að fá svona góð early pool, sko, því að þá verður maður svo létt til að húta á þessu, sko. En úr bara gaman að þannig sér heyra í þér aftur eða, já, og bara endilega, veist, eins og ég segi, ég stríma næstu í daglega, þannig að ég er svona núna að byrja að svona adda mér inn í, ég var alltaf fyrst main Apex en ég er svona að brenna út af Apex, þannig ég er aðeins að hæja með á honum, sko, en hann er samt ennþá main fókusið hjá mér, sko, og ég spil hann flest alla daga, en ég reyni á mánudum og föstudum, þá spila ég Roadcraft einmitt með sem sagt einu vini mínum og eitthvað svoleiðis að því að það eru frítarinn hans, hann er einmitt í þessu Pokémon-dóti líka og eitthvað svoleiðis, en síðan eru sem sagt, já, svo ætlum ég að reyna að hafa þriðjudaga á þessum tíma frá 8 til svona 10, 11 fer bara eftir hversu mikið er að gerast og bara hversu marga pakka ég er eitthvað svoleiðis, þannig að ég er svona, já, er að reyna svona að brensa út meira og reyna að fá meira fólk inn, sko. Já, endilega hoppað, ef þú tekur eftir, hoppað og komdu og segðu hæ og svoleiðis. Ég er núna allavega gett tengt við að Frostly er Oliver úr Dominos. Þannig að voðalega er ég með mismunandi, ekki að mismunandi hérna maður. Já, endilega, gaur, Baldur's Gate, góður leikur. Ég er búinn að klára hann allavega einu sinni og ég fer á gleði að starta annað run fljótlega og það verður alltaf streamið, þannig að endilega bara fylgstu með. En já, bara góða skemmtun í Baldur's Gate, geggjaður leikur. Besti leikur til að æfa bromensið í, sko, að vera að romensa alla strákana, sko, þegar maður er kallkynni sjálfur, sko. Alltaf svona, nei, alltaf gras, fire, water, svo kemur electricity, fighting, psychic fighting síðan, psychic. Æjús. Þetta er electricity, ekki fighting. Fighting. Þessi fighting líka, ég gössa lótum allt með þetta. Dark, man ekki alveg hvernig þetta kemur einhvern veginn svona. Nei, Dragon Type er reyndar yfirleitt aftast.
alveg hvort það sé nákvæmlega rétt hjá mér, ég er ekki að taka mikið í þessu. Færin hérna megin. Ætlum við bara að þess vegna sem fyrst að mækinn detti ekki út, hann að sofar. Veipul og Clefairy, maður sjá, með þá einhvers staðar. Nei, ég er með svona Jigglypuffin hann og Clefairy var ábyggilega Psychic. Að því sko.
ekki sjáanlegur lengur sinna. Þannig að ég geri vissal og bara þeim í þessum finnst það alveg vera mjög líkt þetta sé til mjög þetta ekki svona jáðan mér finnst alveg mjög líkt þetta sé til reversal og dús nei nefnilega ekki það ekki til eins og slatta ára sem það ekki með reversal og þetta sér nei, ég er bara eitthvað á öllum
sexy maður. Tökum við Diglett. Nei, ég veist þetta. Lóðin. Lóðin, Trio. Bæði Mouth og Persian hérna í reverse. Reverse. Og reverse. Og nefnilega sko, bæði þess að Mouth, Lóðin, Galerian og svo Persian hérna. Og svo Lóðin, Persian. Lóðin, Persian, Side Golduck. Þetta er grála þinnina. Ústur. Og sen grálið. Meira reverse. Ups. Aðeins að lækka mækinn svona músíkinn og þessum. Það þarf að henda þessum ekkin sinna inn í líka. Yikes. Sýnir svona við hvernig allt að fara. Sennilega ekki að fara að opna að setja í fleimin núna. Hendum honum bara hann upp.
memorize hvað í þessu sem ég var að opna því að ég ekki að fara að gera neitt masterset úr þeim ennþá sko. Ég geri allavega fleiri já, það var sætt að kenna snúinu örlítið meira örlítið meira hvað ég að gera Svona að finna ávega að bræna í Psychic þetta í sem bræna venur hann að bara
ætlum að finna líka hérna sjá. Universal Svona skrítið, ég myndi ekki vera með nýjar í þessu sko. Ég held að ég á þess ekki í mainsetinu sko. Það er að sjá water tapes Það er gamall að fara í ástíðsætti hérna núna maður. Helviti flottur, gamall. Minka glampan á þessu ljósi aðeins. Það er ekki eins mikið að spilin sko. Er það Geodudes? Ég held að ég eiga
Þetta er mér. Nú er ég virkilega. Þannig sér enga auka tíóta. Prófa þessu. Tillbaka, þannig sér enga mikið á morðinu. Full Alohan. Tíótana. Ja, tietyt familjeerna är ju Alohan. Pickla fundið. Skólan sem ég á hér. Já, alveg rétt, já, EX Alpha Sam. Hann getur þessi þannig sem farið í burtu. Það er ekki master. Ennan inn í staðinn. Leita af tíótutinn einhvers þar eða? Þröngt í þessu öllu sko. Nei, ég nenni ekki að vera að leita af. Ég ætti að eiga tíótuta í einhvað þessu setjum minna sko.
langar að reyna að klára Gen 1 allavega. Við sjáum röflega allavega að klára það, sko. Kannski ekki alveg að fylla inn í það, sko. Ekki geta svona fyllt inn í maxmyndið allir, sko. Það er Ponyta. Þar í þar. Náum í Ponytuna sem í þessum, já, eiga allavega reverse Ponyta, ekki Rakvata sinna, en Ponyta og allavega Rakvata sinna clean. Galarian, Ponyta og Galarian Rakvatas. Hérna og svo hér. Galarian, Slowpoke, Galarian. Hvað sé hann að mér? Það er náttúrulega að finna. Það ekki með. Ekki bara hérna honum. Galarian, venjulegu, Slowpoke. Mega Slowpoke, Galarian og svo. Það líkur að ég sé með reverse. Og legna með þennan, sko. Það er einhverja líkur að því, sko. Og jafnvel, já. Slowpoke, Mega Slowpoke, Mega Slowbro og Galarian Slowbro og Magnemite hér, Magnemite hér. Æ, hvað er þetta hot svona? Þannig að
hér. En já, alveg farþeg. Tríó. Það Galarian Farfetch Íru, þannig að hann þarf að vera hér. Þetta ekki smá vinna maður, ha? Það var slá í mæki núna. Jú. Nefnilega á. Alla til reverse mökkuna. En Lóen Græmir og Lóen Mökk. Universal er Cloister maður. Þessa reverse Ukon hérna líka. Var reverse í hérna líka, nei. Veit ekki alltaf. Nei, það ekki, en það reverse Cloister allavega. Hérna.
Oyster enää. Hingað. Það ei alveg mögulega. Rífa svona. Og rífa svona. Og svo þennan gengur allt allavega. Rífa strásýr hérna. Hérna og svona samt þau, sjá. Mega Gengar, Onyx, Drowsy. Og Onyxinn allavega núna. Ég hefði getað kannski gert aðeins upp í Hypno. Ég var að fara að enda síðan strímið bara þetta rólega sko. Það er það sko. Þar er ég með reverse off-dropin í unfittinslettinu already eða? Og langt. Já, ég er með reverse her og nei, ég er ekki með off-dropin. Villir yfir. Þessi fer þá í 151 settið. Miður þá gengur það fyrir. Nej, kan jag säga. Vart en reverse Krabby. No.
Gabby. Ups. Nej. Så sticker vi av till Ultra Huisin. Hisin. Mikäpä sieltä äsken. Katsotaan. Mites hot? No onhan siinä on. Koko. Cubone. Joo, joo. Cubonena. Niin. Ai. On ratahiiri kui. Pero inútil los leaves. Alla vara búinn með tjálmónna. Já, alla vara búinn. 100 eftir að það samt sko en. Ég fyrir að fara að kóla þetta. Ekki vera að hafa þetta of lengi opið þegar það enginn að þannig sér að horfa sko. Herri, þá ætlum við sérlega bara að enda þetta hérna á Hitmonchan. Í streami alla, ég held áfram að gera þetta offline bara núna meðan en alla myndi ég neitt.
Once again, I will say it in English also, so there's nobody watching. Thanks for watching stream, and good.